Góðan daginn skákmeistarar, ég ætla að kynna fyrir hérna nýjan íslenskan variant sem nefndin er búin að taka fyrir og hefur ákveðið að kalla hann íslenska refinn. Nú, Vigni Vatna var að tefla hérna í London, stóð sér vel eins og njáll í brennunni og hendaði hvað þriðja til eitthvað sæti. Og í næstsíðustu umferð þá þetta við Jonathan Willow sem er enskur alþjóðlegur meistari með 2453 stig og þeir teldu Philidor eða Vignir teldi Philidor, þetta er allt saman þekkt, C6 A4 og hérna leik Vignir A5 sem er uppaði af íslenska refnum stöðum sem sagt útvíkluna hjá hvítum á Drottningvæng. Hrókur einar 1, H6, H3 og G5 og það er til hérna kerfi í Philidor sem heitir Black Lion sem er rittar F8 og rittarinn fyrir svo G6. En ef mann rétt þá þar er svartur yfirleitt ekkert að leika A5 ef mann rétt, leikur bara drótning, leikur bara H6 og drótning C7 og síðan rittar F8, G5 rittar G6. En íslenski refurinn þá leikum við bara G5 með hugmyndinni að leika G4 bara mjög fljótlega. Tóvan var reyndar eitthvað nafn sem kom til greina líka. Nú, í þessari skák leika hann biskup B3 en ég tók eftir í beisnum að það var eitthvað skák með Alexander Domelchuk eða Lexa eins og ég kalla hann og þar fekk hann sér ritari H2, ég held að þetta hafi nú reynda verið hraðskák þá gæti svartu telt þetta svona einhvern veginn. Nú, Lexi leik biskup E6 en hrókur G8 kemur líka til greina. Fá spilið á Kongsvæng, sína hversu hættulegt þetta getur verið. Hrókur drepi G4 sterkuleikur, hótum rittar F3 skák. Segjum kongur F1, drótning D7 upprópunarmerki, hótum hrókur drepi G2 og drótning H3 skák. Þá sýnum hvernig getur telst. Og hérna er þvinga mát á H3 eða G6 þannig að þetta er svona skemmtilegt combination og við sjáum að hvítur getur fljótt lent í vandræðum. Eftir G4 er til dæmis bara svartur komið tölvöld betri stöðu. En ok, Alexander leik biskup E6 og fekk allt í lagi stuðu hérna. Þetta er svona, já, hér leik hann rittar E5 minni með en átti bara leikar hrókur B3 og þetta er yfirbrast á svartan, piði yfir auðvitað. Þannig að rittari H2 var í svarað með E3 upp D4. Með grunar að hrókur A3 sé hugsanlega besti leikurinn en þá er hrókurinn að valda svolítið hérna óbeint þriðurittaröðina eftir að rittarinn á C3 fyrir burt eitthvað. En það er ekki svona mjög mannlegu leikur og erfitt að vita á hann nema kunni eitthvað í þessu. Nú, D5 væri aldrei neitt leikur, það hvítur fær alltaf hættulegt spil fyrir skiptamun. Þannig að svartur verið að loka búðinni með drótning C7. Þá getur biskup A2 verið ágætt hugmynd. Gæti telst eitthvað með svona. Það er svona að reyna að finna þessa mannlegu leiki sko. Drótning D3 virkar svona mannlegu leikur. Ég er með tvær leiðir hérna, það er hrókur G8. Gæti telst eitthvað með svona. Nú ef biskup drepi D5 þá
riddari C7 og biskup D7 og þá er hugmyndin að við getum telt upp á B5 til dæmis, kannski H5, G4. Hvítur getur auðvitað með peðinu líka. Hrókur B3, pressar á B7 peði, kongur F8, hugmyndin að fara með kongin á G7 og tengja hrókana síðar. Þetta er bara svona sample line eða sýnidæmi. Biskup D8, biskup D7, biskupin valdar á D6, kongur E7 og skákið myndi bara halda áfram með tækifærum á báða bóða. Hrókur A3 er, heldur ekki auðvelt að finna þann leik, sko. Já, hin leiðin væri sem sagt að leika riddari G6 og sleppa hrókur G8. Riddari G6, stráng C4, hrókering, þetta er eitthvað sem ég kíkti aðeins á. H4 til dæmis, hrókur A7 og staðan er dálítið óljós, svartur með færi eftir C-línunni til dæmis. Já. Tölvufórið segir kannski 0,2 á hvítan en það segir mann ekki mikið. Eiginlega ekki neitt. En já, við skulum kíkja á skákina hjá Vigni. Nú, hann staði eitthvað Vignisleik biskup B3 sem ég held að sé nú frekar slaguleikur. Hrókur G8 er refurinn fyrir á stað, refurinn fyrir á veiðar og hér lék anstæðingurinn dróning 1-2 hugsanlega var riddari 1-2 betur en dróning 1-2 en þá þarf þetta hvítur að hafa einhverju hugmyndi gegn riddari E4 en það er alls ekkert einleikurinn. Ég var eitthvað aðeins að kíkja á þetta virðist nú allt í lagi á svart. Riddari C3 besti leikurinn, þetta er mjög ómannlegt að leika riddari E2 og svo aftur riddari C3. Ég veit ekki hvað að segja um þetta. Hérna getur G4 verið athyglisvert og biskup 1-6 er svona kannski traustari leið, það er þetta svona einhvern veginn, löngkrókun og svartur með færi á kongsvæðinga eftir G4 og já, ég held að þetta sé allt í lagi á svartan, sko. En nú það dróning 1-2 G4 og hérna er ebbin farin all-in, riddari G4 riddari D1 ok, ég meina það er kannski ekki svo öðvöld að finna leik á hvít. Biskup H4 leika Vignir en það er ekki víst að það sé hlutlagt besti leikurinn en samt athyglisverður leikur hjá honum. Biskup F6 er til dæmis leikur sem virðist vera mjög traustur og fullkomin tafljöfnun allavega. Ég sé ekki að svartur sem er neinn vandamál hér en ok, biskup H4 það er alveg svona lúmsku leikur og hér leika anstæðingur hans hrókur A3 við sjáum að það er miklu verri útgáfa en aðan, sko. Það var biskupin á A2 og nú er hann á B3 fyrir þannig að það er að verja heilu tempó í að koma hróknum í spilið. Og hvað hefði gerst þetta G3? Það hefði getað verið athyglisvert. Nú kongur F1, dróning F6 svartur er með rosalega hættulegt spil hérna og ég held að þetta sé nánast óteflandi. Biskup H3 að koma síns mér. Riddari F2 er hörkuleikur. Kongur H1 betra. Hér er einhver 12 lína til dæmis. Svartur fórn að skipta mun en hann fær betri stöðu, sko. Það er riddarinn á E5 verður algjört stórveldi, kóngurinn á E7 og peðastæðin hjá hvítum er ekkert sérstök, sko. Þetta er bara svona
komið sín dæmi. Já, þetta að sjá öðru honum, hrókur A6, hrókur B6 getur verið plan, H5, piðin öll veik, hrókur H8 og svartur með engi vandamál og rittarinn á E5 náttúrulega, það ekkert pið sem getur hótað á hann og hann valdar F7 og valdar allt og hann bara stórveldi sko. Þannig, já, biskup H4, það ég get svo sem ekki gagnrýnt Vigni fyrir það svona, þetta var skák sem hún langaði mikið að vinna og svona skemmtilegur tilraun. Hrókur A3 sem besti leikurinn, ég var dálítið hissa að andstæðingurinn hans skildi hafa fundið þennan leik. Og hér leik Vignir drottning F6 sem sennilega vafasamur leikur. Betra var að drepa á D4 en eitthvað sem ég skoða aðeins, rittar E5 og svartur með mikla dýnamík sko, það pressa á hvítum, pressa á F2 reitnum, ég bara með sínu framhald, hrókur F1 til þess að geta leikið F-piðin eitthvað áfram. Það ekkert að því að drepa og leika D5 til dæmis og loka biskupin á B3. Drottning F6 hugsanlega best, F4, rittari G6 og löngrókun. Þetta væri svona drauma scenario fyrir svartan. Biskup C4, kannski hvítu sé að reyna hrókur B3 og biskup A6 og fara að máta svartan. Drepa á E3, rittar F5, búm, D5, hörkuleikur. Ef hann drepur á D8 þá fórnum við skiptamun með glöðu geði, fáum alla svörsturritinu í jólagjöf og ég held að þetta sé nú bara leikur við tjaldið sko, biskupin fyrir á B6 og getur fyrir á E3. Kallarnir vinna svo vel saman hjá svörstum. Og ef biskup D3 þá gæti að telsta eitthvað með svona. Já, okkur alveg saman A-pið, bara H3 og ég sé bara ekki að hvítu lifið þetta af sko. Gæti verið biskup C5 skák að koma. Nú þetta H-drepi G2 og svo bara eitthvað máta hálínni. Hvítur og setna á drottningavæng. Þetta allavega staða sem á að rannsaka betur. Já, ég held að rittari D5 hafi líka komið til greina, bara benda á það. En H5 svona, ég held að sé ágætisleikur hérna. En ok. Það er hrókur A3. Drottning F6, líklega verð ég að gefa honum vafa samanmerkið. Og hér leik andstæðingurinn biskup A2 sem mjög mannlegu leikur. Koma hróknum í varnarlínu. En samkvæmt einhverjum súputölum þá D5 besti leikurinn. Svona, fyrst ef maður pælið þá hann að gefa eftir C5 reytin sko, en það virðist allt bara hanga vel saman sko. Hann virðist á tími í eitthvað svona G3 og eftir F3 þá svartu með tölvöstu verra sko. En sem betur fyrir andstæðingurinn leik biskup A2 drepið. Já, nú svartu piðin yfir en hugsanlega var D3 best hérna og ná einhverjum tempovinningi með rittara C5 eða E5. Vignir drap á C3 og hér átti hann líklega að drepa með hrók, getur komið H5, rittar drepa C3, það sannlega ekki nógu góður þá hann sé eðlur. Hrókur G3, hér var hvítur að leika F4,
Þetta er E5 athyglisverður leikur. Hér átti Vignir að leika dróning H4 samkvæmt skýringum en H5 leikan. Blönder segir eitthvað 12. Anstæðingurinn hans leika F3 en E5 var best. Þetta er eitthvað svona, ok, ég get ekki sagt að þetta sé Blönder en hvítur væri á lífi. Það eru harðir dómarar þessar skáttölfur en skulum bara fara yfir þetta frekar hratt núna. F3, dróning E5, F4, Vignir vill koma biskup nú C8 í spilið. Dróning F3 voru mistök, E5 var betra. Rittari D7 og það og F6 dróning E5 og hérna er Vignir bara komið betra og svartur hendi eitthvað að sprikla. Vignir leik kongur D8 en það var ekkert að því að drepa bara kallinn ristöra. Ok, smá flækjustig en hvítur ætti nú ekki að vera með nóg í þessu. Kongur F8 kongur D8 kemur kongnum úr skjóli frá E-línni. Vignir er með 2 kalla. Kongur D1 var slæmilegur. Betra drepa á F5 en ok, ég held að hvítur er ekki með nóg spil sko. Biskup A6 og hrókur F8 og herra Willow gaf og Rebbi náði góðan sigur hérna. Þannig að það er mikið dýnamík í íslenska refnum og það má ekki vanmeta hann er ólsegur, harður af sér. Ég læt þetta gott heita.